Fannar bæjarstjóri Grindavík, óvanaleg staða búið að vera hérna rafmagnslaust í nokkra klukkutíma hér í dag. Já, þetta afskaplega bagalegt eins og þú segir og hefði nú kannski verið ennþá verra miðja nótt hefði rafmagnin farið og menn auðvitað geta farið að ímynda sér við þessar aðstæður sem við búum við núna, jarðskjálfta daglega og oft á dag að eitthvað mjög slæmt hefði komið fyrir. Það ennþá verið að leita bilun en það virðist vera að jarðstrengur hafi gefið sig einhvers staðar og nú eru liðnir klukkutíma síðan að rafmagnið fór á og þetta eitthvað sem að gengur náttúrulega alls ekki og þetta nokkuð sem við verðum að einbeita okkur í að verði lagað, fá hringtengingu eins og nefnt hefur verið hérna milli Reykjanesvirkjunar með frá Nesveginum og til okkar hingað. Við fórum yfir þetta áður með Katrínu Jakobsdóttur og hún var auðvitað algjörlega sammála á því að þetta væri gjörsamlega viðunandi ástand og nokkuð sem að þetta bara einhenda sér í. Já, þannig að það lausnin að vera með einhverjar hringtengingu, ekki einhverjar varaaflstöðvar eða annað, það ekki það? Ég ætla nú ekki að gerast einhver sérfræðingur í því hvaða útfærsla best en það hefur verið nefnt að það væri allavega gott að hringtengja og við erum með orkuver út á Reykjanesi og með því að fá streng hingað þá vorum við búin að ná allavega þessari hringtengingu og það svona kannski varanlegri lausn heldur en varaaflstöð en ef að hún það sem að okkar raforku seljendur leggja til að þá það bara gert með einhverjum hætti. Allt náttúrulega orðið gríðarlega háður rafmagni í dag, öll starfsemi, þannig að þetta orðið bagalegt þegar þetta í svona langan tíma. Já, algjörlega, það allt einhvern veginn háður rafmagni og núna við þessar aðstæður þar sem að viðbragðið þarf að vera klárt og viðbúnaður allur sem byggir auðvitað meðal annars á því að menn geta farið inn í stofnanir og list hvað eina sem að rafmagnið knýr að þá verðum við að hafa þetta í lagi. Veistu einhver tilvik í dag hérna í bæjarfélaginu sem að, eitthvað slæm tilvik út af þessu? Slæmar afleiðingar, eitthvað sem hefur stoppað eða annað? Nei, ég hef nú ekki heyrt af því og kannski ekki verið mikið á ferðinni en það bara segir sig sjálft sérstaklega í vondu veðri eða miðja nætur og hávetur. Myrkrið sem mest þá þetta mjög alvarleg staða. Það til dæmis öll fiskvinnslan hjá okkur, útgerðin, hún auðvitað reikin á rafmagni. Ég veit að það einhverjir með varaaflstöðvar. Bátarnir að koma núna dagróðra bátar í höfnina, seinnipartinn. Það ekki hægt að landa fiskinum vegna þess að við erum með kranana sem að ganga fyrir rafmagni, fyrir litlu bátana. Og svo framvegis, það allt atvinnulífi sem gjörsamlega á allt sitt undir því að rafmagnið sé inni.